Dásamlegt að sjá okkur. Ég ætla að tala svona hvernig við höfum í gegnum þessi 25 ár sem að námið búið að vera í gangi, hvernig við höfum verið að taka á móti nýnemum og af hverju við erum að gera þetta með þeim hætti sem við gerum. Þetta ekki bara að því okkur finnst skemmtilegt að brúna kartöflur. Þetta út af einhverju. Þannig ég ætla aðeins að fara yfir þetta með ykkur. Það nefnilega þannig að þessi tilfinninga upplifun að maður tilheyrir sér partur á hóp okkur í blóðborin. Þetta númer 3 í þarfapíramída Maslow. Það neðst að bara anda og drekka og borða og svona, og svo þessi þörfin fyrir kærleika og tilheyra þarna númer 3. Það búið að sýna fram á að það að vera útilokar og hóp birtist eins og á sama staði heilanum eins og súrmskortur, hungursneyð og meiri háttar líkamlega meiðingar. Þannig að það að vera hent út og þú mátt ekki vera með, það plingar hérna á sama staði svo ég get ekki andað, ég fæ ekkert að borða. Þannig að þetta svo mikilvægt fyrir okkur sem manneskjur og það að til ekki getur haft alls konar neikvæðar afleiðingar. Og ef við færum þetta þá yfir á háskólastarf, að þá bara örlítið svona fræða bakvið að þá hefur þetta verið skoðað þó nokkuð, ekki mikið hér á landi en varla neitt en heilmikið erlendis. Og þá þetta bara þetta, það alveg með svona mjög skýr tengsl á milli þess að maður finnist að maður tilheyri og velferð og veljanar og námsárangurs og betri heilsu, trúin getu, hamingju, hvata og brottfalli og námsvirkni og svo framvegis. Þannig að þetta alveg skýrt. Þetta skiptir miklu máli. Og sama, alveg eins bara öfugt við þetta hér, tilfinningur að tilheyra, allt þetta jákvæð sem kemur, þá hefur það líka bara eins og spegill hinum megin að tilheyra ekki alls konar neikvæðar afleiðingar. Nemendur sem oft íhuga hægt í námi án þess að klára gráðuna sína með margtaglegri tilfinningu fyrir að tilheyra, til dæmis. Og svo kemur einmanaleiki, kvíði, útilokun, jaðarsetning og svo framvegis sem þetta fara að skoða betur. En þetta allt svona sem að tengist í að tilheyra ekki í háskóla og alls konar neikvæð áhrif og þetta bara svona partur af þeim. Þannig að farartæki sem við höfum valið að fara í tómstundafræðinni félagsleg tengsl, af því að þau hjálpa okkur svo mikið til við að fá fram þessa tilfinningu að tilheyra. Og rannsóknir sýna sterkt tengsl við háskólajafningja, svona sterkasta forspáin fyrir góðri aðlögun á háskólalífinu, samkvæmt Marder 2018, Mönder, og svo skipta tengsl við kennara líka máli, af því að við erum líka aðeins að spá í það, hvernig eru tengsl okkar kennarana við nemendur okkar. Fyrstu vikundar geta skipt bara svona sérstaklega miklu máli, það viðkvæmur tími varðandi brottfall og það mikilvægt að fara í aðgerðir strax sem að stuðla að því að við náum einhvern veginn strax að mynda tengsl. Og bara þetta öflugt stuðningsnet og vinátta og félagsleg tengslamyndun, hún dregur úr brotthvarfi, minnkar kvíða, stuðlar að aukinni skuldbindingu gagnvart námi. Þannig sjáu alveg hversu mikilvægt þetta Það bara allt og margir, finnst mér, alls ekkert að spá nógu mikið í þetta og allavega ekki að gera nógu mikið í þessu. Það sem við höfum verið að gera að við höfum verið bara með eiginlega frá upphafi námsins áherslu á tengsl og félagslegan stuðning. Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nemendum. Við erum með alls konar hópefli og svona í byrjun að kynnast þeim, læra nöfnin og svona hitt og svona alls konar hlutir þarna. Við gerum samskiptasáttmála, það eitthvað sem við erum búin að gera á síðustu árum, 2-3 ár held ég, sem við höfum verið að bæta því inn. Við erum alltaf að aðlaga okkur og bæta okkur. Og svo þessi nýnemaferð og hún feitletur af því það það sem ég ætla að tala hér í dag. Hér inn fullt af fólki sem hefur farið í þessa ferð. Mér finnst mjög gaman að segja frá því að fyrsta ferðin var þannig að við fórum í Brúarárskörð sem upp af Úthlíð og nemendur báru allt á bakinu. Og Jóhanna Flekkestein, þetta var Brúarárskörð, bar með sér 4 lítra vatni. Og við tjöldum við hliðin á Brúará. Það var fyrsta ferðin, 2001. Þetta aftur á móti síðasta ferðin sem var farin í Ölver núna í september síðastliðnum. Þannig að 2001, farnar á hverju ári, kannski eitthvað COVID-gat, gistum eina nótt. Við höfum farið ýmsar leiðir, eins og ég sagði áðan, tjaldútilegum allt á bakinu, gönguferðir frá einu stað og annan, styttri gönguferðir, engin gönguferð. Og það bara pínu eftir hvar við erum, hvernig hópurinn okkar og eitthvað þannig. En það alltaf eitthvað svona áherslu á að vera úti og svo erum við með svona alltaf þannig að nemendur, og við eldum saman, kennarar og nemendur, og við erum í frágangi og alltaf svona. Og það
Við erum sjálfsögðu bjóðum við líka upp á mat fyrir þá sem maður borða ekki lambalæri en það svona hefð að vera með lambalæri með brúnuðum kartöflum, grænu baunum og rabarbarasultu og Árni og Kobbi gera alltaf brúnuðu kartöflurnar eftir sérstökum svona leyni uppskrift sem að þeir gera. Við höfum farið á Laugavatn eða Brúarskörð í Vatnaskó, Ölver, Kaldásel, Úlfljótsvatn og Vindáshlíð í þessum ferðum. Að elda saman bara ótrúlega góð leið til þess að skapa samfélag og það eru mjög skýr markmið með hann, við erum mjög mikilvægt að segja það, við erum ekki bara að gera eitthvað, við erum að fara til þess að efla félagsleg tengsl og tilfinningu fyrir að tilheyra og traustlyndi nemenda og kennara og þið sjáu það bara, þetta úr upplýsingasíðu ég held að þetta sé síðasta ferð mjög svona skýrt hvert markmiðið og tilgangurinn og svona okkar óskað útkoma fyrir þessar ferðir. Já, sem ekki þetta ásetningur fyrir ferð. Svo eru oft alls konar ævintýri, við erum líka mikilvæg. Hér samskiptasáttmálinn sem var gerður núna held ég alveg örugglega, eða ekki, Benna? Já, og Sema. Þetta finnst okkur og Eygló og Kobbi og Árni og Steingerður og Eyrún. Þetta finnst okkur mikilvægt og eins og ég sagði við ykkur, þetta eitthvað svona sem við erum að svona nýtt hjá okkur að gera þetta mjög svona skýrt með nemendum. Hér eru þau, hún Eygló að tala og þau eru að vinna við gerð samskiptasáttmálans. Þetta predikun. Já, sjá hvað þetta guðdómleg mynd. Þarna stendur nám, samfélag og samskipti á þessari glæru. Ég hendi út, við Kobbi héldum erindi þetta fyrir á hvað heitir þetta aftur? Kennsluakademíunni. Og ég sendi aðeins út og spurði hvort einhverju nemendur vildu segja eitthvað nýnemaferðirnar og ég fekk svona nokkur svör sem við fengum nokkur svör sem mér langar að segja ykkur bara svona aðeins frá. Mér langar að stækka þetta, gera þetta, fá svör frá fleiri nemendum og skrifa eitthvað þetta því þetta mjög áhugavert og líka bara öll þessi 25 ára saga. En hér var einn nemendur sem sagði nýnemaferðin var frábær ísbrjótur fyrir hópa einstaklingur úr ólíkum áttum sem voru að hefja nám. Við tókumst á við fjölbreyttar áskoranir og Úlfljótsvatni kynntust í gegnum leiki og göngufæri, matseld og samverustundir. Þegar ég lít tilbaka sé ég að hvert verkefni sem við unnum var mikilvægur hlekkur í keðjunni. Þessi ferð lagði sterkan og góðan grunn á hópi sem síðan var samheldinn í gegnum öll 3 árin í náminu. Anna sagði nýnemaferðir skipti mig persónulega öllu máli. Þetta gerði mikið fyrir mig, ég kynntist hinum í náminu. Og eftir það voru öll verkefni og allt sem tengdist náminu mun auðveldara. Þannig ef við tengi bara þessar 2 fyrstu núna við það sem ég sagði áðan tengsl og það að tilheyra að þá erum við greinilega ná þessu sem svona ótrúlega mikilvægt sem að rannsóknirnar að sýna. Ég var kannski aðeins eldri en hinir, það var komið fljótur til þess að kynnast þeim á jafningjagrundvelli. Svo voru 2 af þessum sem 4 sem ég að segja ykkur frá töluðum að það var ekkert áfengi haft hönd, mér finnst það mjög áhugavert, við spurðum ekkert það. Við vorum að kynnast og hafa það huggulegt og hún kemur á eftir nýnemadjamminu. Þar tókst mér ekki alveg að hitta fólk og kynnast í, en þarna var annað vettvangur fyrir fólk að kynnast og mynda tengsl. Þessi ferð með því mikilvægasta sem gert í náminu. Ég hóf námið 2011, upphafið var lögð áhersla á að byggja upp jákvæða menningu innan námsbrautarinnar og nýnemaferðin sem við fórum í hafa þar afgerandi áhrif. Hún skapaði óvenjulega sterka samheldni innan hópsins. Við sem komum úr ólíkum áttum, sum með börn, önnur í fullri vinnu eða fjarnámi mættum þarna sem jafningjar. Með verkaskiptingu, samvinnu og samveru án utanaðkomandi áhrifa og áfengi var ekki hluti af dagskránni, lærðum við að treysta hvert öðru og skapa sameiginlega upplifun. Þessi tengslumyndun hafði djúpsta áhrif. Orðrómur þéttleika hópsins barst 14 ganga háskólans og 14 ára síðar halda margir enn sterku böndum. Í dag þegar námsbrautin hefur stækkað og fjölbreytni innan nemendahópsins hefur aukist, tel ég slíka nýnemaferð enn mikið verið en áður. Hún einstakur vettvangur tengslumyndunar og grundvelli fyrir jákvæða styðjandi menningu innan námsbrautarinnar. Án þess að þurfa að reiða sig á hefðbundin félagsleg tækifæri þar sem áfengi gengur lykilhlutvelli. Getur þú talað hraðar? Já, bara 5 mínútur eftir. Ég get talað hraðar. Ég fer léttna. Ég get líka talað hærra.
Byrjunin á náminu frábær. Að kennarar hrista okkur saman í byrjun hefur svo sannarlega skilað sér. Að halda utan nemendur frá upphafi, að leggja sér fram við að læra nöfn og nýnemaferðin. Það gott að finna fyrir því hvað kennarar styðja við baki okkur, alltaf til að hjálpa okkur og vilja halda okkur inni. Það gaman að koma í skólan. Þannig að tilheyra, ég held að sé alveg á hreinu hvað þessir mörg hundru nemendur sem hafa farið í þessa nýnemaferð á þessum 25 árum mjög skýrt að segja. Þau vilja mjög gjarnan tilheyra, þau vilja tengslin, þau finna hversu miklu máli þetta skiptir. Þannig að niðurstöðurnar mínar að þetta gegnir mikilvægt hlutverki í aðlögun nýnema í háskólanámi, stuðlar að sterkari tengslum, bæði nemenda við aðra nemendur og nemendakennara. Og það algjörlega hægt að gera þetta. Og við eigum ekki að láta þetta vera tilviljun hvort þetta tekst ekki. Ef þú gerir þetta ekki markvisst, þá það bara tilviljun hvort þetta tengslis skapast ekki. Við viljum það ekki. Það nýnemaferðin sjálf, það líka hægt að gera fleiri hluti með. Og nánd og tengsl og umhyggja kennarana. Og tilfinning nemenda og tilherja bekk, eykst við upplifun þeirra hlýju og umhyggju og hvatningu kennara. Þetta líka rannsakað. Þannig að þetta ætti að skipta háskóla miklu máli. Það eykur innri hvata til náms og námsánægju, getur aukið námsárangur. Og það að við klárum og þetta minnkar brottfall. Þannig að þetta svona áskorun frá okkur í tómstundafræðinni til annarra námsbrauta innan Háskóla Íslands að miða við niðurstöður rannsókna og okkar svona litlu könnun og okkar reynslu að það ættu fleiri að skoða leiðir til aðlaga nemendur að náminu og styrkja tengsl og tilfinningu við að tilheyra. Ferðir eins og nýnemaferðin eina af slíkum mögulegum leiðum. Það alveg hægt að gera fleiri hluti líka, en það sem gott við að fara í svona ferðir að maður getur náð mjög miklum árangri á mjög stuttum tíma. Þannig að áskorun til háskólans að móta skýra stefnu farsæla móttöku nýnema sem felur í sér meira heldur en einhver svona klukkutíma einhver nýnemakynning og ferð skólan heldur svona alvöru og móta stefnu farsæla móttöku nýnema. Sem að þau upplifa þau tilheyra að fá tækifæri til þess að skapa traust félagsleg tengsl. Helstu heimildir. Og mér þetta uppáhaldsmyndi mín. Já, þetta ekki að fara hinum með ekki. Nei, ég man ekki, við hlýtum þess ekki, en Við veitum komast niður í fjöru. Já, við vorum að fara niður í fjöru. Það öll á lífi. Þannig að, já, takk fyrir mig.